Bryndís, það var nú ekki beint gæfulegt útlitið fyrir svona loka leiklutan. Það er 10 stig yfir. Þið vinnið þar með 18 í síðasta leiklutanum. Hvað gerðist þarna? Við bara tölum saman milli leiklutana og við ákveðum bara að skora og stoppa og bara gera þetta hægt og rólega og það bara hófst. Náðu einhvern veginn að brjóta þær eiginlega alveg niður? Já, við fórum bara að, sýna hörku. Mér fannst við ekkert í fyrstu 3 leiklutunum, þá vorum við að ýta okkur út úr kerfunum og vorum bara svona mjúkar. Svo í 4. leikluta ákveðum við bara að fara að spila hart eins og þær voru að spila. Þetta er búið að vera svolítið sérstakt. Það voru margir stöðningsmenn ykkar hérna skítræddir fyrir loka leiklutan. Ætluðu virkilega að fara að tapa 3. heimaleiknum í röð? Nei, það kom ekki til greina að tapa 3 heimaleikjum í röð. Þannig að við bara tókum okkur saman í 4. leikluta og bara pökkuðum þeim. Gott veganesti inn í úrslitin? Að enda þetta svona, þessa erfiðu rimmu? Já, ég held það. Ég held að, mér fannst bara búin að vera svona stígandi í liðinu. Vorum góðar í síðasta leik og ég held að við myndum vera betri allavega en fyrstu 3 leiklutuna en ég held að þetta sé bara það sem koma skal. Ætlið að klára þetta? Auðvitað ætlum við að klára þetta, en það verður hörku rimma. Sigur Ingimundsson, þetta var karakter sigur. Já, þetta var frábær sigur hann á móti frábæri liði. Þetta er búið að vera svaka sería og fyrsti heimaleikur sem við vinnum að 3 sem er mjög óvenjulegt fyrir okkur en ég var ánægður með þetta og sérstaklega kannski að það sem voru aðmennir þessu leikur það sem hafi ekkert verið það kannski í síðustu leiki á móti og það er styrkur Keflavíkurliðsins kvenna. Það eru margir leikmenn sem að taka að sér aðalhlutverk. Þetta leit nú ekkert allt og vel út þannig fyrir loka leiklutan, Valstúlkurnar 10 stig yfir og virtust svona vera með andan frekar með sér. Hvað sagðirðu við stelpurnar fyrir loka leiklutan? Ég sagði svo sem ekkert við þær spiluðu rosalega óaggressíft í vörnina með við spilum ágæna vörn í 3. hluta, hún gekk mjög illa. En það sem þær sáu og það var miklu meiri kraftur í okkur eftir heldur en þeim eins og í öllu leiki þannig að það var engin að panika og heldur bara áfram. Jæja, nú úrslitin framundan, þið eru búin að eiga frábæran vetur, svolítið svona hyggst í þessari rimmu, hvernig leggst þetta svona í því? Bara frábælega, ég er alltaf voða kátur þegar ég að fara að spila og að stjórna Keflavíkur-stelpunum, þær eru skemmtilegar og eru miklu keppnismenn þannig að þetta verður bara gaman og eins og þú segir, KL-liðið er frábært og þeir eru með leikmann sem svolítið sér þetta fyrir þær þannig að þetta verður verðugt verkefni fyrir okkur. Ertu eitthvað búinn að hugsa það verkefni út? Hvernig verður hægt að stoppa þennan hættulega KR-leikmann? Nei, ekki fann að spá. Ég lagði allt í að reyna að vinna þetta valslið og sem betur fyrir tóksta. Það er mikið.